þá eru það nokkur orð sem bera yfirskriftina Himneskir hermenn. Eftirfarandi frásögn segir frá reynslu 12 ára stúlku sem átti heima í sveitahéraði í landi múslíma. Í þessu landi var boðun kristinna trúar almennt ekki leyfð, en þó hafði fengist leyfi yfirvalda til að reka kristinn skóla á barnaskólastigi. Laila var svo glöð að fá tækifæri til að læra að lesa og skrifa og reikna einföld dæmi. Foreldrarnir höfðu tekið kristna trú í kyrrþey og ólu börnin sín upp í einlægri trú á Jesú Krist. En þar sem hún bjó með foreldrum sínum út í sveitinni var of langt fyrir hana að ganga í skólan hvern dag. Svo hún fékk að búa á heimavist skólans 3 vikur í senn. En þá fékk hún að fara heim til sín í 1 viku. Eini ferðamátinn var að fá far með gömlum leigubíl sem gerði yngri sem eldri mögulegt að ferðast héraði. Foreldrar Læru voru fátæk og efnalítil og lögðu mikið á sig til að hún fengi að mennta sig. Laila hafði lært að syngja einfalda sálma og biðja til Guðs sem hún gerði samviskusamlega kvölds og morgna. Svo komið að því að einu sinni þyrfti Laila að fara í skólan eftir viku frí heima hjá sér. Foreldrar hennar voru alltaf kvíðin yfir því að skilja þannig við stúlkuna sína og í þetta sinn hvíldi yfir þeim óvenju miklar áhyggjur sem þeim fannst þó ekki vera ástæða fyrir, nema að í þetta sinn voru engir aðrir farþegar í bílnum sem hún átti að fara í eins og voru venjulega. Þau spurðu bílstjórann hverju það sætti og hann sagðist myndi taka fleiri borð samkvæmt pöntun á leiðinni. Þau þekktu bílstjórann vel enda virtist hann vera góðviljarður og jafnvel skyldur fjölskyldunni. Þau ákváðu vegna þessa að treysta bílstjórann. Þau báðu líka sérstaklega vel til Guðs fyrir öryggi dótturinnar. Laila var skörp stúlka og tók fljótlega eftir því að bílstjórinn ók aðra leið heldur en venjulega. Að lokum sá hún að bílstjórinn var nú komin inn á óbyggt svæði þar sem enginn sást á ferli. Þá spurði hún hverju þetta sætti, þar sem þetta væri alls ekki leiðin til skólans. Hann svaraði því til að hann ætlaði að sýna henni einhver skemmtilegheit sem ollu henni miklum kvíða. Þótt Laila væri aðeins 12 ára gömul, vissi hún vel hvað bílstjórinn hafði í huga. Nú var henni mikil hætta búin sem aðeins Guð einn gæti forðað henni frá. Svo í þögulli bæn ákallaði hún almáttugan Guð til að bjarga henni. Þegar svo bílstjórinn stöðvaði bílinn á fáförnum vegi, tók til við að þukla á hnjám hennar, hrópaði Laila hástöfum til Guðs. Skyndilega sáu þau bæði mikið ljós framundan á veginum, svo að bílstjórunum brá mjög, enda kom í ljós að stór hópur hermanna var þar á ferð og nálguðust óðum. Foringinn gekk að bílnum og skipaði bílstjórunum að snúa við og halda á brott hið snarasta sem hann nú gerði og ók hratt alla leið til skólans. Þegar að Laila leit út afturgluggann á bílnum var engan hermann að sjá svo langt sem augað eygði. Það var augljóst að svo stór hópur hermanna gat ekki horfið sporlaust og skyndilega.
Eina skýringin á þessu fyrirbæri var sú að Guð hafði sent hersveit himneskra engla Lælu til bjargar. Guð hafði svo sannarlega bjarga Lælu úr klóm hins vonda manns. Og svo sannarlega passar Guð upp á þá sem að taka á móti honum og hleypa honum inn í hjartað sitt.